Kristjánsson tók formlega við lyklavöldum í heilbrigðisráðuneytinu í morgun af Ingibjörgu Pálmadóttur. Jón segist ekki ætla að standa fyrir neinum byltingum í ráðuneytinu þótt vissulega fylgi einhverjar breytingar nýjum ráðherra. Eva Bergþóra. Það var hátíðarblær yfir lyklaskiptunum í heilbrigðisráðuneytinu í dag og má segja að starfsmenn ráðuneytisins hafi staðið eins konar heiðursvörð fyrir utan skrifstofu sínar þegar fjölmiðlar mættu á staðinn. Jæja, Jóminn, þegar ég stend nú upp á þessum stól eftir 6 ár, þá gerir það mig gleði vegna þess að ég veit að lyklarnir fara í góðar hendur. Gangi er allt vel. Þetta verður ekki létt, en þetta verður ekkert mjög erfitt. Ingibjörg sagðist skilja Jón eftir í góðum höndum í ráðuneytinu. Ég get sagt þér það að hér er mjög gott starfsfólk. Einstaklega gott starfsfólk. Já, Þú ert ekki að reka marga. Ég þekki suma. Engan. Ég þekki suma. Já, Ekki alla, en ég hlakka til þess að kynnast þeim sem ég þekki ekki nú þegar. Ertu búin að máta stólinn? Já, svona rétt. Ég er nú varla eiginlega búin að sittast í hann, en svona aðeins. Kveikja á tölvunni. Það er nú smá stærðamunur á þér og Ingibjörgu, heldur þú þeir eru ekki að gera neina breytingar hér? Já, það þarf náttúrulega alltaf einhverjar breytingar með nýjum mönnum, en þetta verður nú svona ekki neina byltingar allavega, en alltaf verður nú einhverjar breytingar í starfsháttum með nýju fólki. Jón segist ekki hafa flutt með sér mikið af pappírum frá gömlu skrifstofunni enda óttist hann ekki skort á lesefni í nýja starfinu. Forveri hans í starfi var spurður fréttir af hugsanlegri þátttöku í stúdentapólitík Háskóla Íslands næsta haust samfara námi í bókmenntafræði. Svarið við þessari spurningu var hlátur sem síðar snerist upp í umræðu hraustleika Gróu á Leiti.